Já, þeir eru sestir hérna hjá mig Gunnar Sigurðsson og Vilhjálmur Þorsteinsson. Ég ætla nú að fyrst að tala við þig, Vilhjálmur. Það var svolítið mikil bölmóður í þessu hérna hjá okkur áðan og nú skulum við bara fara og einhvern veginn fara svolítið á hinn vænginn. Þú ert í viðskiptalífinu og í tölvubransanum og fylgist vel með og ert talnaglöggur vel og þú hefur verið að setja á bloggið hjá þér gröf og fleira sem sýna að staðan sé nú kannski ekki svo bölvuð hér hjá okkur. Nei, umræðan hefur nú aðeins svona færst frá á þessu ári sem að liðið menn voru úr því kannski að menn hafðu gríðarlegar áhyggjur bara skuldastöðunni einn og sér, sko. Í dag held ég að það er komin betri gögn og menn er aðeins farnir átt að sjá hvernig þessi skuldastaða okkar bæði þá ríkisins og þjóðarbúsins alls. Og ég tek eftir núna að svona þeir sem eru hvað svartsýnastu þeir eru nú eiginlega þá farnir að tala meira sko þennan viðskiptajöfnuð, það bara hvernig við munum afla gjaldeyris til að geta borga skuldirnar, þannig að ég er svona fókusinn kannski komin úr því, ég held að menn sem búin að átta sig á því að þessi skuldastaða okkar, hún er nú kannski allavega ekkert verulega verri en menn hafa nú séð til dæmis í öðrum vestrænum þjóðum ýmsum. Það eru þetta margar þjóðir sem eru að koma illa undan þessu. Bretar eru eitt dæmi það, menn skulda yfir 100% af landsframleiðslu og svo framvegis, þannig að það stað okkar kannski skuldamegin ekkert endilega svo hræðilega slæm, það einfaldlega afskrifuðu gríðarlega mikla skuldir í þessu hruni öllu saman. Og við stöndum eftir með miklu svona hreinni efnahagsreikning sem þjóðarbú sem gágætt, en jú, það athyglisvert að fara þá kannski að ræða með núna þessa gjaldeyrisstöðu og það nú kannski vegna þess að þetta hrun var náttúrulega bankahrun sem við erum kannski búin að vera að vinna svolítið mikið úr núna með endurreisn banka, en þetta var auðvitað líka sko gjaldmiðilskreppa og gjaldmiðilshrun og það kannski afleiðingar af því sem við erum að byrja, þurfum að fara að fást við virkilega núna og eru kannski bara erfiðari heldur en hitt þegar til lengda lætur, því þetta bitnar líka svo mikið á heimilum og fyrirtækjum og auðvitað þessi spurning hvernig ætlum við að nota þessi íslensku krónu okkar til að borga skuldir og Nú þetta náttúrulega kemur inn ansi mikil bara því að krónan svo veik og sumir segja að krónan sé einhvers konar bjargræði fyrir okkur að því leitinu. Já, hún var náttúrulega stór partur af hruninu og kannski ofreis þarna á tímabili og einmitt við vorum að keyra hér mjög neikvæðan viðskiptajöfnuð, alveg gríðarlega neikvæðan viðskiptajöfnuð hérna árin 2005, 6 og 7 og þetta var svona teygja sem bara teygjast á og þurfti að skreppa aftur saman en það sem að þetta var nú kannski mínusliðin á krónunni en jákvæða hliðin þó svo að núna hefur hún veikst gríðarlega og það aftur hjálpar okkur að ná aftur jöfnuðinum upp, ef svo má segja. Og það kannski eina ástæðan því ég veit að hann var að sýna graf áðan að sko eina ástæðan fyrir því að súlurnar velta svona yfir það að hluta til út af krónunni sko. Hún veikist mikið og það eflir okkar útflutning og dregur úr innflutningi og þannig bara einfaldlega virkar teygjan í þessum gjaldmiðlamálum. En krónan náttúrulega, en það náttúrulega skelfilegt kannski fyrir fólki í þessu landi að horfa fram á það að krónan verði á þessum slóðum í mörg ár. Já, það ekki skemmtileg tilhugsun og ég held að þetta sé eitt brýnasta úrlausnarefni núna í þjóðmálunum, það peningamálastefnan, hvað ætlum við að gera í framhaldinu og ég held að flestir sem að skoða málið sjá það að við getum ekki haldið okkur við krónuna til lengdar, við verðum að fara að finna einhverja leið út úr henni, hver sem hún á að vera. Ég auðvitað fylgjandi því að við reynum í viðræðum við Evrópusambandið að ná einhvers konar hraðupptöku á evrunni. Ef það mögulega hægt þá myndi það hjálpa okkur gríðarlega. En þú telur ekki, þú erum að skrifa það, þú telur ekki möguleika á að taka, eða ekki heppilegt að taka innhlið upp evru eins og menn að vera til upp á? Nei, það náttúrulega freistandi hugmynd og svona hagfræðilega kannski skemmtilegt umhugsunarefni og svona væri mikil tilraun að fara út í þetta en mín skoðun svo og fleiri sem ég hef rætt þetta mál við að það þarf gríðarlega góðan gjaldeyrisforða til að maður myndi þora að taka þetta skref og ef við erum með svo góðan gjaldeyrisforða þá erum við kannski ekki í stórkostlegum vanda og getum við þess vegna fleytt krónunni bara undir nafninu króna hvort sem en þetta, við höfum eins og áttum þetta góðar viðræður meðal annars á blogginu mínu, ég og Heiðar Guðjónsson sem nú verið einn aðalmaðurinn í því að tala einhliða upptökuna og kannski getum við sest niður og tekið svona debatt þetta í einhvers konar fórumi, það væri gaman að gera. Það væri gaman að fá ykkur hérna. En við skulum kíkja á þessi línuritt sem þú komst með. Já, kíkjum á erlenda stöðu þjóðarbúsins og það kannski þarf að skilgreina aðeins fyrst hvað menn að tala sko þjóðarbúið, það allt sem íslenskt það ekki bara ríkissjóður, það ríkissjóður og Seðlabankinn, það eru gömlu bankarnir og nýju bankarnir og það eru líka orkufyrirtækin, álfyrirtækin, það eru bara öll fyrirtækin í landinu, það Actavis þarna
og exista og svo þetta líka einstaklingar og aðrir sem að skulda beint erlendis. Og við skulduðum náttúrulega gríðarlega mikið sem þjóðarbú hérna fyrir hrunið og það hérna súlan vinstra megin erlendar skuldir. Og á móti áttu við þetta erlendar eignir og það má ekki glemma því, menn ekki bara tala skuldir, heldur líka eignir. En við hrunið þá afskrifast allt þetta bláa þarna, það sem sagt skuldir og eignir gömlu bankana sem bara, já, þessar eignir sem við sjáum þarna, þær ganga upp á móti skuldunum og kröfuhafarnir þeir tapa rest. Og þá stöndum við eftir sem þjóðarbú með þessa rauðu parta þarna. Og við skulum kannski skoða þá aðeins betur, það næsta skilti. Þetta þessi erlenda staða þjóðarbúsins þá raun og veru eftir að gömlu bankarnir eru svona teknir út fyrir sviga, bara gerðir upp eins og þeir verða, þetta bara gjaldþrot, þetta þrotabú. Og þarna sjáum við þetta í hlutfalli við verga landsframleiðslu og verg landsframleiðsla bara öll sú vara og þjónusta sem við Íslendingar framleiðum á einu ári. Og skuldirnar verða þá hérna einhvers staðar rétt norðan við 200%, af svona 210% af landsframleiðslu. Og ég endurtek þetta allt þjóðarbúið, þetta eru líka fyrirtæki út í bæ sem að skattgreiðendur bera enga ábyrgð á og bara svo við tökum einn stærsta aðilann sem þarna inni, þá það Actavis sem að skuldar 1000 milljarða erlendis og á þar lendum 70% af þessum 210 þarna, bara svo eini aðili. Og síðan eru þá á móti eignir, við eigum betur fyrir talsverðar eignir erlendis, það eru fyrirtæki sem eiga eignir erlendis og það eru lífeyrissjóðirnir eiga einhverja 500-600 milljarða í erlendum eignum. Og nettó að þá kemur þetta út, þessi erlenda staða þjóðarbúsins skuldir að frádregnum eignum eru, að mati Seðlabankans 524 milljarðar núna við lok 3. ársfjórðungs. Og ef við erum síðan að spá í... IceSafe þarna inni þetta? IceSafe þarna inni, já, núvirt. Núvirt, já, með það mat sem að menn hafa á því hvað það muni að kosta okkur núna. Já, þetta eru forsendur Seðlabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem eru þarna inn í þessu. En það sem sagt raun og veru þessi nettó, sko, við þurfum að borga vexti af skuldunum en við fáum líka tekjur af eignunum. Þetta eru eignir erlendis, þetta eru fyrirtæki, þetta eru hlutabréf, þetta eru skuldabréf erlendis. Þetta ekki allt ónýtt. Þetta ekki allt ónýtt. Nei. En ef við skoðum svo þriðju glæruna, þá eru hérna skuldir ríkissjóðs og þetta reyndar sko ríkissjóður og Seðlabanki. Þetta raunverulega það sem að sko skattgreiðendur bera ábyrgð á. Og þá sjáum við aftur hérna verga landsframleiðslu og síðan brúttóskuldin sem upp á rúm 120% landsframleiðslu. Nettóskuldin ef við tökum svo bara peningalegar eignir Seðlabanka og ríkissjóðs og segjum við gætum tekið þessa pening og greitt upp skuldir, þá myndum við enda nettó hérna með einhverju 90%. Og það eins og ég segi bara, það ekkit sko út úr korti í alþjóðlegum samanburði. Síðan ef við tökum það hlutfall að þessu sem í erlendum gjaldeyri, þá það síðustu tvær súlurnar, það erlend brúttóskuld og erlend nettóskuld okkar, eða það ríkissjóðs og Seðlabanka. Og það náttúrulega kannski það sem að væri þá mestu höfuðverkurinn fyrir ríkið, þá þarf að hafa einhvers konar gjaldeyristekjur til að greiða niður þessar erlendu skuldir. En þarna eru við og þetta staðan og eins og segi, skuldastaðan kannski auðvitað skemmtilegur, hún verið betri, en hún að mínum að ekki óviðráðanleg. En vandinn kannski frekar þessi svona fjármögnunar vandi og sérstaklega á erlendum skuldum þjóðarbúsins. Sem nákvæmlega það sem Gunnar var að tala um áðan, Gunnar Skúli, það það að hafa nægar tekjur í erlendum gjaldmiðlum til þess að borga þetta upp. Já. En sko vöru og þjónustu jöfnuður landsins hann einhvers staðar rétt norðan við 100 milljarðana núna í plús. En það ekki nóg miðað við þessar forsendur sem að... Já, það nú eitthvað misjafnt hvernig menn líta á það Silfur. Ég hef nú séð greiningar á þessu frá 3 aðilum, það Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Seðlabankinn, síðan EFS greining þeir voru að koma með sína greiningu á þessu og svo eru bankamenn sem ég þekki sem eru vel inn í þessu máli sem hafa verið að reikna þetta líka svona bottom up eða ground up og þeir eru nú á því að sko þessir vaxtagjöld sem að leggjast á okkur næstu árin séu svona stærra gráðin svona kannski 60, 70, 80 milljarðar á ári og þeir telja að við komumst alveg í gegnum þetta, það óransett að við höldum þessum 100 milljarða jákvæða vöru þjónustujöfnuði til lengdar, hann mun lækka. Mikilvægt, en eins og þetta kemur út að þá virðist þetta nú vera sjálfbært en við munum lenda í erfiðri endurfjármögnun árið svona kringum 2014. En svo náttúrulega annað sem eru bent á að því að þetta nú gjaldeyriskreppa
að þessar skuldir og til dæmis þegar IceSave bætist við eða sem þarna með segiru og að þá æpi það beinlínis á það að það sé tekið á gjaldmiðlinum. Það sé nánast óhugsandi í rauninni að fara þessar leiðir nema að menn sé að segja A, þá verður þeir líka að segja B. Já, akkurat, því að stór hluti af vandanum akkurat þetta með krónuna, að það þurfi að vera til gjaldeyrir, við þurfum að einhver vilji kaupa krónur á okkur til þess að skipta í gjaldeyri þannig að við getum greitt af lánum. Og við erum að tala þá þjóðarbúið, þetta eru fyrirtækin og þetta ríkissjóður líka. En stór partur af þessu reikningsdæmi bara fellur burtu ef við erum komin yfir í annan gjaldmiðil og reyndar byrjar að falla burtu strax þegar við förum inn í ERM2 aðlögunarferlið með Evrópska seðlabankanum. Ef við erum komin búin að fá aðild að Evrópusambandinu þá förum við inn í þetta ERM2 aðlögunarferlið, þá búin til ákveðin rammi utan gengi krónunar sem að Evrópski seðlabankin hjálpar okkur raunverulega að halda gengi krónunar innan. Og það myndi strax hjálpa okkur mikið að komast inn í þennan ramma þó við værum ekki þá komin á fullu inn í evruna.